Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Hér í hluta þáttarins heimsækjum við bílaleigur á svæðinu en gríðarlegur vöxtur hefur orðið í greininni á undanförnum árum samfara auknum ferðamannafjölda. Þá hittum við forráðamenn tveggja frumkvöðla fyrirtækja sem hyggja á landvinninga á Indlandi, já hugsa ykkur það. Og þá kíkjum við niður á Keflavíkurhöfn og fylgjumst með löndun á makríl. Það er makrílfjör í Keflavík. En við hefjum leikinn í bílaleigu. Gríðarlegur vöxtur hefur verið í rekstri bílaleiga undanfarin ár og sumarið í ár algjört metsumar. Árið 2005 voru 3900 bílaleigubílar skráðir hér á landi en eru rúmlega 18.000 í dag. Suðurnesja fyrirtæki í geiranum hafa vaxið ört á undanförnum árum og þeim fjölgar sífellt. Stærstu Suðurnesja leigunar hafa yfir 1000 bíla á sínum snærum og eru þó í vandræðum að háanna tíma vegna mikillar eftirspurnar. Bílaleigan Geysir er líklega elsta bílaleigan í eigu heimamanna en hún hóf starfsemi árið 1973. Eigandinn Garðar K. Vilhjálmsson hefur starfað í bílaleigugeiranum frá árinu 1991 og hefur því upplifað gríðarlega mikinn vöxt í greininni. Geysir hefur 700 bílaflota enda veitir ekki af þar sem aðsóknarmet eru slegin á hverju sumri hvað varðar komu ferðamanna. Árið í ár er náttúrulega bara algjört metár. Við höfum aldrei nokkuð tíman í sögunni séð annað eins ár eins og þetta og þetta ár er ég kemur ekki á óvart þegar upp á staðið það sé svona 30% öflugra en síðasta ár sem var þó stærsta ár sem við höfum nokkuð tíman séð. Þannig að það er mikil sprenging í gangi. Hvernig erum við að ráða við þetta? Við erum eiginlega bara að ráða við þetta svona á íslenska mátan sko. Bara allir upp á dekk og allir í aðgerð og allir kallaði til bara til að vinna það sem þarf að vinna sko. Það er ekkert flóknar en það. Þetta gerist ekkert öðru svo og svo náttúrulega með aðfluttu vinnuafli, það verður að segja sem svo er. Það er ekki til fólk hérna á svæðinu eða bara á landinu til að sinna öllum þeim störfum sem hafa verið að verða til á þessu ári. Ef við förum aðeins í stærra mengi, bara bílaleigubransinn svona í heild sinni á landinu, hvernig hefur hann einmitt þróast kannski? Hann hefur þróast ef við tökum ef við tökum síðustu 5 ár, þá get ég trúa að hann hafi hátt í þrefaldast á síðustu 5 árum. Þegar við fluttum hingað á svæðið 2009, þá hafa verið hérna bílaleigur hér sem hafa verið kannski með svona, ég myndi skjóta á 3-4 þúsund bílaflota þá, svona þessir aðilar sem hérna voru. Síðan er náttúrulega fjölgað mikið hérna á svæðinu og í dag hugsa ég að þessir aðilar með þeim sem öllum eru, þetta sé ekki svona 15.000 pluss mínus floti, þannig að þetta er mikil aukning á skömmum tíma. Hvernig sérðu fyrir þér þróun í þessu? Mun þetta halda áfram að rísa? Þetta er náttúrulega ýmsum breytum háð og alltaf þessi bransi. Hvernig sérðu kannski næstu ár? Ég sé þetta nú fyrir mér þannig að þetta muni jafna sig. Þetta verður ekki sama aukningin og ég held að sjá nú þegar teikna á lofti að þetta muni svona fara að jafna sig. Þetta mun ekki rísa jafn hátt og það hefur af ýmsum ástæðum. Gengi spilar þar inn í sterkast. En ég held að þessi mikla aukning sem hefur verið sérstaklega síðustu 3 ár, hún mun klárlega minnka. Aðeins að kannski Reykjanesbæ og flugvallarsvæðinu. Núna ef maður keyrir hérna svæðinu á vorin og haustin þegar bílarnir eru komnir inn, þeir eru orðnir ansi margir og kannski mun fleiri en hérna fyrir nokkrum árum. Já, og þú munt sjá núna bara í næsta mánuði, þá muntu sjá spretta upp hér bíla á hverju einasta horni og hvert einasta plan í bænum verða stútfullt af bílum. Það er bara þannig. Það eru hér fyrirtæki núna á svæðinu sem eiga orðið 1000 bíla og meiri hlutin af þessum bílum er að fara að streyma inn núna til þeirra í september. Þannig að það mun enginn hér sunnan Straums fara varhluta því að bílaleigusísónið er að henda.
Ég held að maður getur líka við að fara að tala þetta, þetta sé orðið einhver stór iðja hérna, bílaleigu-bransinn á Suðurnesjum. Já, það má alveg segja það. Bílaleiga, bara ef við tökum hana ein og sér, þá hún pottþétt búin að skapa miklu fleiri störf heldur en nokkuð tíman að fara að gerast í Helguvík á næstu misserum og á mun styttri tíma, sem margt ánægjulegt en vonandi heldur það til framtíðar. Þannig að þetta ekki störf sem að skapast bara til skamstíma heldur til langframa. En við búum vissulega við það í þessum bransa. Þetta mjög seasonal bransi. Það miklu meira að gera á sumrin heldur en á veturna. En þó höfum við að sjá jákvæð teikn svona síðustu 2 vetur að þá hefur verið að aukast traffíkin. Þannig að það orðin mun fleiri heilsársstörf til í þessari grein heldur en voru áður. Og það mjög jákvætt. Blue Car Rental hóf starfsemi árið 2010 með 9 bíla til afnota, en nú telur bílaflotinn yfir 1000 bíla. Frá síðasta ári hefur flotinn tvöfaldast og sumarið hefur verið afar viðburðaríkt að sögn framkvæmdastjórans. Jó, þetta búið að vaxa svolítið mikið og svona þokkalega rætt. Við hefum svona alltaf tekið rökrétt skref. Við náttúrulega fylgjumst mikið með og monitorum mikið það sem við erum að gera og reynda að taka svona rökrétt skref. Það var forsandi fyrir vöxt í ár. Markaðurinn bara svona, hann að vaxa þetta hratt, ekki satt? Við hefum náttúrulega vaxið töluvert hraðar en markaðurinn kannski við sjálfir og náttúrulega með mikill vinnu bara og góðri þjónustu þá hefur það hjálpað okkur að komast aðeins lengra inn á markaðinn. En markaðurinn náttúrulega eins og þú veist, ég held að tala um ykkur 20% í ár. Við náttúrulega tökum skref úr 500 okkar bílum upp í rúmlega 1000 bíla, þannig að það hefur verið svona aðeins meira en þeir 20% í okkur allavega. En jú, markaðurinn náttúrulega hefur verið að vaxa síðustu ár alveg töluvert mikið. Hvernig sumarið í ár búið að vera í bílaleigubransanum? Það búið að vera viðburðaríkt bara eins og öll einu sumur alltaf. Þetta náttúrulega endalaust vinna sem fylgir þessu og alltaf eitthvað að gerast og þannig að það búið að vera, en það búið að vera gaman, það búið að ganga bara vonum fram. Við náttúrulega fórum vel skólaðir inn í þetta sumar og vorum náttúrulega með tiltölulega stórt sumar í fyrra og þóttu við bætt mikið við okkur þá lærðum við mikið þar sem tókum með okkur inn í þetta sumar og vorum orðnir svona, þú veist, já, vorum býsna mikið bílum á götunum í fyrra og þóttir hafi verið meira núna vorum við svona aðeins meira tilbúnir í þetta ári. Þannig að það gengi bara þokkalega vel. Ef við tölum aðeins samfélagi hérna, þið náttúrulega með þetta fjölskyldufyrirtæki, mikið bara heima fólki, svona fyrirtæki lítur að hafa svolítið þýðingu fyrir samfélagi. Já, ég vona það. Það allan við stuðlum á því að vera með helst svona fólk af svæðinu í vinnu hjá okkur ef við getum og við höfum verið með yfir 90% af starffólkinu okkar náttúrulega bara Reykjanes spæingar eða fólk sem hefur einhverja tengingu til Keflavíkur og við höfum sóst svona sérstaklega í það og stundum svo gott sem öll okkar viðskipti við ef við getum við fyrirtæki hér af svæðinu meira og minna nánast öll svo vara og þjónusta sem við sækjumst í keypt hér af svæðinu í staðinn fyrir að róla inn eftir henni. Nú erum við með þennan stóra og myndarlega flota og það svolítið þétt setið hérna svæði hérna í kringum flugstöðina. Hvernig gengur að púsla því öllu saman? Þurfum við meira pláss? Það stærsti hausverkurinn svona í þessu öllu saman. Það ekkert mál að kaupa fleiri bíla og fara og kaupa varahluti og kannski erfiðara kannski að fá inn starfsfólk en svo það svæðið hérna frá sem að trufla okkur svolítið mikið. Það búið að þrengja náttúrulega vel að. Margir búin að bæta við, ótrúlega mikið af bílum hérna. Nefnum kannski rétt yfir hábúndin þá fækkar aðeins sem betur fyrr. En það náttúrulega rosalega mikið af bílum á svæðinu og það þyngist mikið, sérstaklega þegar það ekki allt í botni. Þú veist, þeir eru komin inn á svona shoulder season eins og við köllum það sem kannski aðeins rólegra og verðin lækka og bílarnir eru kannski ekki eins margir úti. Þá fyllist svolítið vel hérna. Svo náttúrulega erum við líka þeirri stöðu að náttúrulega, þóttir séum við bókaðir, þá er alltaf mjög mikið bílur sem við þurfum að koma inn til þess að fara aftur út og það þarf að koma út og það þarf að koma með eitthvað fyrir þangað til að fara út. Þannig að það plássi fyrir það ekki mikið því miður, þrátt fyrir allt þetta landsvæði þá virðist vera eitthvað sem heldur eftir því að það sé boðið út og menn fá að nýta sér það. En segðu mig Jón, af hverju fara menn í bílaleigubransann? Sennilega bara að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á bílum, var bílasali 10 ára skeið og alltaf verið svona heillaður af bílum. Bílaleigan Orange einn af þeim 9 aðilum í greininni sem hafa verið að skjóta upp kollinum í iðnaðarhverfum í Reykjanesbæ. Jón segir reksturinn tímafrekan og snúast mun meira heldur hún að taka við pöntunum og rétta bílleikla. Þetta gengið bara ótrúlega vel en mikil vinna. Þeir eru langir dagar, hér byrð sólarhringar
bara dag eftir dag, þannig að það er svolítið erfitt en gaman. Öðruvísi en þú bjóst við að einhverju leyti? Margfalt meiri vinna. Þetta er sko miklu flóknara heldur en ég hélt. Mikil vinna í kringu tjónin, það er svolítið tjón, en svona þessi smá tjón. Þetta er ekki, við erum bara fengið 2 stór tjón í sumar og við erum með yfir 110 bíla, þannig að nokkuð hefnir, en samt mikil vinna. Þið farið út í þetta og eruð staðsettir hérna á góðum stað í Reykjanesbæ. Hversu mikilvægt er einmitt að vera á þessum stað niður í bæ hérna og við flugstöðina? Það er eiginlega bara nauðsynlegt, myndi ég halda, að það er stutt í flugstöðina, þetta er svona 3-4 mínútur að ná í kúnnan og skutla upp yfir. Þannig að annarkvort er það flugstöðin eða hérna alveg í jaða Keflavíkur, bara sem er næst flugstöðinni. Hvernig finnst þér túristinn svona taka svæðin okkar og landinu þegar þú spjalla við hann? Bara ótrúlega vel, ég myndi segja svona 99% eru sáttir. Það eru nokkrir svona, það eru aðalega yngri kynslóðir sem eru ósáttir verðin hérna hjá okkur, bara á landinu, en 99% eru ánægðir, bara almennt, 100%. Það hefur verið þetta high season svona í ferðamannabransunum, að teygja svolítið á þessu tímabili þar sem ferðamennir eru að koma og versla við ykkur? Það er að teygjast, það er alveg klárlega að teygjast og við erum að sjá hérna mikið vöxt í maí, október og líka svona jafnvel yfir vetramánuðin eins og febrúar. Við oft jóka með að sé búið að selja svolítið febrúar sem norðurljósamánuðin. Það virðist vera svona heitasti mánuðin til að koma, maður sér það svona samskipti við kunnan og væntingum hans þegar hann kemur í febrúar. En það er þessi mánuðir að vaxa og bara með góðri markaðssetningu raun og veru. En svo erum við að sjá svona high seasoni lengjast að því leita, ég held bara að sérstaklega út á landi þá er bara ekki gisting endilega í boði fyrir alla sem vilja koma í júli, ágúst. Að fólk er farið að koma í júní, farið að koma í maí. Augljóst eru verðin lægri líka og það er farið að spyrjast út. Það var þannig hér áður fyrir sko að þetta var allt bókað mjög langt fram í tíman, en nú hefur trendið breyst mikið þannig að við erum að fá miklu meira bókunum bara svona last minute. Og hér áður fyrir vorum við kannski búinir að selja allt mörgum mánuðum áður en fólki kom, svona mestuleyti. En nú erum við kannski að selja jafn mikið og meira bara innan mánaðar heldur en við vorum búin að selja fyrirfram. Er þá hegðun ferðamannanna einhvern veginn að breytast? Já, það er í raun og veru þannig að fólk er farið að taka ákvarðanir að koma til Íslands með miklu styttri fyrirvara heldur en áður var. Við vorum mikið hérna áður fyrir með túrista sem plönuðu þetta ferðalag kannski ár fram í tíman eða meira, en núna með auknu flugframboði þá erum við bara að horfa á að fólk er bara að ákveða það að fara til Íslands með viku 10 daga fyrirvara og bókar þá það sem það þarf, hótel og bíla og annað. Þannig að það er vissulega breytt hegðun í svona þessari neyslu, ef við getum sagt sem svo. Og þetta hefur breyst mikið svona á síðustu 3 árum. Þetta eiginlega helst í hendur við þessa auknu flugtrafík. Það sem hefur kannski helst aukist er að fólk er að bóka miklu meira ódýrustu bílana og það er að bóka styttri ferðir heldur en áður var. Meðaleigan hjá okkur hérna fyrir nokkrum árum var svona í kringum 10-11 dagar yfir árið. Núna er meðaleigan orðin undir 7 dagar. Það hefur styst alveg næstu því helming ferðalagið hjá fólki að meðaltali. Kannski fleiri einhverjir stopp-over farþegar jafnvel sem að stoppa hérna stutt? Já, bara miklu fleira fólk náttúrulega, miklu fleira fólk sem kemur í styttri tíma heldur en áður. Fleiri ferðir og kannski sama fólki að koma 2-3 ári. Nú er markaðssetning svona kannski með breyttu formi en var kannski hérna áður fyrir nú er netið svona stór leikmaður í þessu. Hvernig hefur það gengið hjá okkur og svona markaðsett ykkur? Það hefur gengið bara vel. Við fórum í erlend markaðsfyrirtæki í Bretlandi sem er búin að hjálpa okkur verulega að svona fóta okkur á netinu og það gengið bara mjög vel. Við erum mjög sáttir og erum alltaf að bæti fá nýja bókunarsíður. Þetta er svolítið vinna, tímafrekt, en gengur vel. Þú sér fyrir bara bjarta framtíð hérna í bílaleigubransanum? Já, ég get ekki betur séð það. Maður þarf svona að læra það fyrsta árið svolítið erfitt svona, margt að skoða, margir vinklar. Þannig að, já, mér líst vel á þetta allavega. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.
Parkaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Komið sæl aftur. 2 konur sem að stjórna frumkvöðlafyrirtækjum á Ásbrú í Reykjanesbæ hyggja nú á mikla útrás til Indlands en þær selja kísil og fatnað. Við hittum þar Helgu og Fítu og ræddum við þær möguleikana á hugsanlegri útrás til Indlands. Fulltrúar Geosilica og Mýrdesign fóru á dögunum til Indlands að kynna vöru sínar og hönnun og þess því ekki langt að bíða að fyrirtækin hefji innreið sína á indverska markaðinn. Fulltrúar fyrirtækjanna segja að ferðina hafa gengið vel í alla staði og hittu þau ýmsa tengilegur viðskiptalífinu á Indlandi og fengu mikla umfjöllun í fjölmiðlum. Bæði Geosilica og Mýrdesign eru til húsa í frumkvöðlasetrinu Eldey á Ásbrú og kom boð heimsókn til Indlands í kjölfar heimsóknar félagskvenna í atvinnulífinu á Indlandi til Íslands fyrr á árinu. 40 indverskar athafnakonur heimsóttu félag kvenna í atvinnulífinu á Íslandi og kynntust íslenskum konum, fyrirtækjum og vörum. Hópurinn kíkti í heimsókn í frumkvöðlasetrið að kynna sér Geosilica og frétti í leiðina á Mýrdesign og kíktu þar þangað í heimsókn og hrifust af hönnun og framleiðslunni sem þar fer fram. Sprotafyrirtæki Geosilica var stofnað árið 2012 og framleiðir fæðubótaefni úr kísli. Hráefni kísill sem fellur til á háhitasvæðum á Hellisheiði. Hann hefur valdið vandræðum í jarðvarmavirkjunum og eyðilagt tækjabúnað og borholur hjá orkufyrirtækjum. Að sögn Fítu Abu Leibde, stofnanda Geosilica, gaman að geta nýtt auðlindina á þennan hátt. Kísillinn kom á markað hér á landi í byrjun síðasta árs og hefur verið vel tekið. Vörurnar eru nú seldar í gegnum netið í Hollandi og Danmörku. Nú svo verið að finna dreifiaðila í Þýskalandi. En hvaða þýðingu hefur það fyrir Geosilica að komast inn á þennan gríðastóra markað á Indlandi? Það mjög stór markaður, þannig ef við erum komin til Indlands þá bara gott sko, við þurfum ekki að skoða aðra markaði. En þetta mjög stór og örvextandi markaður, það náttúrulega stéttaskipt, ríka fólki og fátækja fólki, en nú millistétt að vaxa mjög ört og það tækifæri til þess að grípa núna millistéttina og kynna þessi vöru fyrir þá. En þetta mjög stór markaður og margir segja að þetta nýja Kína, þannig að vera komin þangað mjög gott og mjög stórt fyrir svona lítið sprotafyrirtæki eins og við. En hvernig með kísil almennt? Þekkir fólk kosti hans á Indlandi? Mjög lítið. Það ekki ennþá svona, þau eru ekki komin á þann stig að hugsa mikið heilsan og líkamann og fæðubót og steinefni og vítamín almennt, en við sáum við fórum og kíktum á nokkrum apótekum þar úti. Það komið svona rekku með nokkur steinefni og vítamínum og svo finnst mér að svona í svona veðurfar eins og í Indlandi, svona hita, þeir tapa rosalega mikið af steinefnum þegar svitna, það fer út með svitan, þannig þeir þurfa á þessu að halda, alveg bara eins og við, kannski meira, þannig með góða markaðssetningu, rétta markaðssetningu held ég að þá mun allir kaupa þetta. Á Indlandi hittu fulltrúa Geosilica, fulltrúa ýmissa indverska fyrirtækja sem voru áhugasamir kísilinn.
Næstu skref eru svo að finna góða samstarfsaðila. Við erum náttúrulega nýkomnar heim. Núna að fara yfir öll gögn og öll þessi tengiliða aðila sem við erum búin að fara yfir málið og velja aðilana sem við viljum að fara í samstarfi við. Og svo var ég boðið frá íslenska sendiráð úti að senda þessi tengiliða til hans og hann kannar hvort þessi fyrirtæki er í lagi og ef það er í lagi þá förum við í samstarfi við það. Fatahönnunarfyrirtæki Mýrdesign var stofnað af Helgu Björgu Steinþórsdóttur árið 2006. Fyrstu árin var fyrirtæki í Austurríki en fluttu á Ásbrú árið 2010. Í dag fatnaður Mýrdesign seldur á vinnustofunni á Ásbrú og í Austurríki. Í gegnum tíðina hafa aðeins verið framleiddar 3 flíkur af hverri tegund hjá Mýrdesign en það mun breytast þegar fyrirtækið hefur sölu á Indlandi. Helga og samstarfsfólk hennar eru nú í óðaönn að undirbúa framleiðsluna á Indlandi. Núna bara allt þannig að við erum búin að fá hellings af promotion, sem sagt kynningu og við erum búin að vera í öllum helstu blöðunum og kynnast alveg ógrynni af fólki og margir sem vita af okkur. Núna tekum við svona samningaferli og við erum til dæmis stefnum að fara í október aftur til Indlands að skoða vefara til að vefa efni og semja við framleiðslufyrirtæki og búðir þar sem þetta verður selt og svona. En nú hefur það verið svona ykkar aðalsmerki að vera með fáar flíkur af hverri tegund. Mun það ganga á Indlandi? Já, sko, nei, þetta verður í tvennulagi. Það verður sem sagt hluti til Handmade in Iceland sem verður þá bara dýrari lína. Síðan tökum við nokkur stykki út úr línunni og fjöldaframleiðum hana. En hvaða þýðingu hefur það fyrir ykkur að komast inn á þennan stóra markað? Þetta náttúrulega, erum ekki farin að pæla í því ennþá. Við erum ennþá núna bara í þessu að semja við byrgjana og eiginlega bara njóta þess að vera til. Sko. Við erum eiginlega ekkert farin að hugsa mikið lengur heldur en það í bili. Við ætlum svona bara að láta það ráðast hvað verður. Það getur haft alveg svakalega þýðingu fyrir okkur en alltaf þegar uppi staði verður þetta mikil reynsla á ævintýri og lítur vel út, skilur, en ég er svona svolítið niður á jörðinni með þetta, ég er svona svolítið bara að gera þetta núna. Og er þetta svipuð snið sem þú sér fyrir þér að fara á markað á Indlandi og þú ert með hérna og í Austurríki? Já, þetta er bara nánast sömu sniðin, svona þannig lagað. Ég náttúrulega byggði þetta rosalega mikið á því að vera með sígilt snið sem að virka ár eftir ár. Þannig ég er ekkert að fara að gera neina stóra breytingar því það held ég að sé alveg nokkuð ljóst. Sko. Það er núna á Indlandi stærsti hagvöxtur í heiminum og það er að myndast svona millistétt. Það var náttúrulega bara fátækir og ríkir og þessi ríku voru bara ekki í venjulegum fötum, heldur bara einhver svona prinsessukjólum sko, og svo þessi fátæku ekki kannski yfir höfuð að kaupa föt. Nú er að myndast svona millistétt og eftirspurnin eftir svokölluðu þar vesternver er alveg svakalega mikil. Þannig að möguleikarnir og tækifærin eru endalausir akkurat í þetta sem ég er að gera. Það er bara heppilegt. Að lokum á geta þess að Mýrdesign verða með vöru sínir á Parkin hótelinu í Reykjanesbæ og Ljósanótt og eru allir velkomnir. Þar ætlum við að vera með 10 ára afmælishóf af því að fyrirtækið er 10 ára núna í ár. Sjómenn á handfærabátum hafa verið að moka upp makríl hér við Keflavík undanfarnar vikur. Við kíktum niður á höfn og fylgdumst með löndun á makríl. Handfærabátar hafa landað yfir 1700 tonnum af makríl í Keflavíkurhöfn frá því að makrílvertíðin hófst í júlí. Nokkrar sveiflur hafa verið í veiðinni en síðustu dagar hafa skilað miklum afla á land og dæmir að bátar hafi verið fylltir nokkru sinnum og hafi þurft að landa 2 og jafnvel 3 við daginn. Á Hafnarvoginni í Keflavík byrja menn störf klukkan 8 á morgni og vinnudagi hefur verið að ljúka klukkan 3 eftir miðnætti. Á þriðja tug handfærabáta hafa landað reglulega í Keflavík. Sá sem landað hefur mestu á vertíðinni er komin vel yfir 200 tonna afla en nokkrir eru með í kringum 100 tonna afla á handfærin á vertíðinni. Hvernig er staðan í makrílnum þessa dagana? Það er nú bara góð veiði. Já. Já. Hvað með verð og sölu? Lágt verð, 60 krónur. Já. Og hvað þýðir það fyrir ykkur? Það þýðir bara
Það er sjó lágt, sko. Já. Það fór hæst náttúrulega 100 kall á sínum tíma, ekki? Jú, það var hæst 100 kall. En hvert fer þetta? Þetta fer í Saltver. Fryst? Já, fryst. Já. Já. En það er samt smá stemming? Já. Þetta. En hvað, hverju kaupa? Nýjir aðilar, ekki rússar? Nei, ég veit ekki, er ekki Egyptaland og einhverju nýjir núna? Já. Þannig að þið er allan að veiða? Já, veiða. Og verðið þið áfram? Já, eitthvað meðan eitthvað svona fæst, það er góð veiði. Já. Og er þetta aðalega hérna í kringum Keflavíkina? Já, það er bara svoleiðis. Og þú ert að koma frá Eyrarbakka? Já. Eru bátar hérna allstaðar að? Já, ég held það svona. Það er víða. Já. Já. Að hann er fallegur? Já. Við þakkum ykkur fyrir áhorfið. Viljum við minna ykkur á að starfsmenn Víkurfrétta gera meira en að búa til þennan sjónvarpsþátt í hverri viku eða þannig. Við erum með blað sem á sér langa sögu og þá erum við með fréttavefinn vaff.is. Þar eru nýja fréttir alla daga og fyrir kylfingana á kylfingu.is. Og þið getið nálgast þessa miðla í símanum í tölvunni eða spjaldtölvunni. En við segjum þetta gott frá Suðurnesjum í þessari viku og hvetjum ykkur til þess að fylgjast með Víkurfréttum á öllum sviðum. Takk fyrir okkur, verið sæl.